Klárir. Góðan daginn. Þá haldinn hér í Grænumark 5 á Selfossi 21. fundur bæjarstjórnar Árborgar sem hefst núna klukkan 15 en ekki 16 eins og vaninn er. Við afsökunar hér á 3 mínútna töf á því en við göngum þó fljótlega til dagskrárinnar. Ég ætla að fara hér yfir mætinguna. Mættir eru Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi í B-lista, Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi í B-lista, Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi A-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista, Björgvin G. Sigurðsson varabæjarfulltrúi S-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi í D-lista, Helga Lind Pálsdóttir bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi í D-lista, Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista og sá hér stendur Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi í D-lista og forseti bæjarstjórnar. Fyrst vil ég spyrja hvort að einhverjur athugasemdir séu við fundarboðið. Ef svo ekki, þá getum við gengið til dagskrárinnar og starfsmaður fundarins Helga María Pálsdóttir bæjarritari og Sigríður Vilhjálmsdóttir lögfræðingur hér komin líka. Og fyrsta atriðið á dagskrá fundarins kosning í embætti og nefndir 2022-26 og eins og bæjarfulltrúar vita og þá kosið til 1 árs í senn og það hér kosning forseta til 1 árs og hér já, ég veit ekki hvort ég get borið það sjálfur upp til atkvæða og ég bara man nú ekki hvernig lögin eru með það, en hér liggur fyrir tillaga fyrir fundinum og hér lagt til að Kjartan Björnsson D-lista verði kosinn forseti bæjarstjórnar til 1 árs. Þeir sem eru því samþykki vil gefa merki. Það samþykkt með 8 atkvæðum og 1 situr hjá. Ég satt hjá. Ég ætla bara að hafa þannig. Nei, það 10, ég var ennþá í gömlu tölvunni, það 10, þá það kosning fyrsta varaforseta til 1 árs og lagt til að Brynhildur Jónsdóttir D-lista verði kosin fyrsti varaforseti til 1 árs. Þeir sem eru því samþykki vinsælt gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það kosning annars varaforseta til 1 árs. Lagt til að Bragi Bjarnason D-lista verði kosin annar varaforseti til 1 árs. Þeir sem eru því samþykki vinsælt gefa merki. Það var samþykkt með 10 atkvæðum og 1 satt hjá. Bragi Bjarnason sjálfur. Kosning 2 skrifara til 1 árs. Og hér lagt til að Sveinn Ægir Birgisson D-lista og Helga Lind Pálsdóttir D-lista verði kosnir skrifarar til 1 árs. Þeir sem eru því samþykki vinsælt gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá það kosning 2 varaskrifara til 1 árs. Lagt til að Bragi Bjarnason D-lista og Brynhildur Jónsdóttir D-lista verði kosin varaskrifara til 1 árs. Þeir sem eru því samþykki vinsælt gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það líður 2, kosning í embætti og nefndir 2022-26, kosning 3 fulltrúa í bæjarráð til 1 árs samanber 27. grein samþykktar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar nr. 813/2018 með síðari breytingum. Kjósa skal formann og varaformann. Lagt til að bæjarráð skipi Bragi Bjarnason, Brynhildur Jónsdóttir og Álfheiður Einarsdóttir. Áheyrnarfulltrúar Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, ég gleymi að nefna listana, Arnar Freyr Ólafsson B-lista og var áheyrnarfulltrúar Ellý Tómasdóttir B-lista og Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista. Við kjósum fyrst þetta fólk, aðalmenn, áheyrnarfulltrúa og varaáheyrnarfulltrúa, kjósum þau í einu lagi þau sem eru því samþykkt þessari tillögu vinsælt gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Lagt til að Bragi Bjarnason verði formaður bæjarráðs
og Brynhildur Jónsdóttir varaformaður. Þeir sem eru því samþykkir vinsælt gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 3 á dagskrá fundarins, kosning í embætti og nefndir. Þá flækist nú málið eilítið. Það er kosning í kjörstjórnin til 1 árs samanber A-lið 47. greina samþykktar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar nr. 813/2018 með síðari breytingum. Það er ekki skráð hér í minnisatriði en ef mér skjátlast ekki þá er lagt til að allur sá hópur sem að gegnir þessum skyldum fyrir okkur verði kosinn óbreyttur. Vilja að ég þylji upp öll nöfnin í kjörstjórnir. Þá fylgir það svo fundargögnunum hér og við leggjum það þá til að allir þeir sem að kjörnir voru á síðasta ári í kjörstjórn sveitarfélagsins Árborgar samkvæmt reglugerðum þarum verði kjörnir aftur til 1 árs í senn. Til 1 árs. Þeir sem eru því samþykk vinsælt gefi merki. Nafnalistin, takk fyrir, það er samþykkt samhljóða og hann mun þá fylgja fundargögnunum hér. Og þá er komið að 4. lið á dagskrá fundarins. Það er miðbær Selfoss, breyting á deiliskipulagi 2022. Tillaga frá 7. fundi skipulagsnefndar frá 17. maí liður 9 miðbær Selfoss. Breyting á deiliskipulagi 2022. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi 18.1.2023 tillögu að breytingu á gildandi deiliskipulagi miðbæjarins á Selfossi. Bæjarstjórn lagði til á sama fundi að sú breyting yrði gerð frá tillögu skipulags- og byggingarnefndar að íbúum verði gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum deiliskipulagstillöguna á framfæri í ráðgefandi könnun meðal íbúa í gegnum vefinn Betri Árborg. Gildandi deiliskipulag var samþykkt 8.7.2021 og auglýst í B-deild stjórnartíðinda 38. sama ár. Skipulagsreiturinn nær til svæði sem skilgreind eru í aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 sem miðsvæði. Svæðið afmarkast af Eyrarvegi og Austurvegi til norðurs og aðliggjandi íbúðalóð við Tryggvagötu til austurs, Sunnuvegi til suðurs og Kirkjuvegi til vesturs. Skipulagssvæðið alls 6,6 hektarar að flatamáli. Stækkunin nemur lóðinni Kirkjuvegur 13 en svæðið var fyrir breytingum 6,8 hektarar. Deiliskipulagsbreyting tekur til vestur og suður hluta svæðis. Meginbreytingin að bætt við syðst á svæðið niðurgrafinni göngugötu nefnd Garðatröð sem tengist við Kirkjuveg að vestan og austurstígs Siðtúnsgarðs að austan. Sunnan við Garðatröð og austan við Austurstíginn á móts við lóðina Siðtún 2 bætt við byggingarreitum fyrir lágreist hús að hámarki 2 hæðir og ris. Lóðamörkum lóða sunnan miðstrætis breytt og nýjar lóðir afmarkaðar. Lóðirnar Eyrarvegur 3 og 5 eru sameinaðar í eina lóð. Ytra umfang byggingarreita ofanjarðar norðan miðstrætis. Með breytingur heimila hámarksbyggingarmagn aukið á svæðinu, mest í kjöllurum og með nýjum lóðum og byggingarreitum. Tillagan hefur verið auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 í Fréttablaðinu, Dagskráni og Lögbirtingablaðinu 22. febrúar 2023 með athugasemdafresti til 5. apríl 2023. Tillagan var einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar. Umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands og Vegagerðinni. Einnig bárust athugasemdir frá Magnúsi Jóhannssyni og Valdimar Árnasyni. Skipulagsnefnd þakkar fyrir innsendar umsagnir og athugasemdir. Skipulagsnefnd tekur undir athugasemdir Vegagerðarinnar og samþykkir að framlengja girðingu til suður sem aðskilur akreinar á Eyravegi vegna vinstribeygju á Hótel Selfoss. Þá verður rétt staðsetning gangbrautar færð vestar eins og hún í dag. Vegna ábendingar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands verður innsláttarvilla lagfærð. Vegna athugasemda Magnúsar Jóhannssonar vill nefndin árétta að merktur göngu- og hjólastígur frá norðri til suðurs í gegnum svæði á aðalskipulagsuppdrætti settur út með minni nákvæmni en ef væri að ræða deiliskipulag. Tekið verður tillit til þess að tryggja gönguleiðir í gegnum skipulagssvæðið.
Varðandi ábendingar bílaumferð í gegnum miðstræti og brúarstræti þá skipulagsnefnd sammála þeirri hugsun að takmarka beri umferð ökutækja gegnum svæðið eins og kostur er. Enda fellur það undir tvo af efnisflokkum brím landnotkun og samgöngur. Vegna ábendingum undirgöng til handa gangandi vegfarandi við Eyrarveg og Austurveg þá sú tillaga góð, en ekki til umfjöllunar í auglýstri breytingartillögu. Vegna athugasemda Valdimars Árnasonar tekur skipulagsnefnd undir að 2 hæða hús og nærri Sigtúni 2 sé helst til og hátt skuggavarps og leggur til við hönnuð að gögnum verði breytt þannig að umfang bygginga verði minnkað með lækkun í 1 hæðar hús með risi í samræmi við framlögð skuggavarpsgögn. Samhliða þeirri breytingu verða skipulagsgögn uppfærð. Skipulagsnefnd samþykkti deiliskipulagsbreytingunni í samræmi við 43. grein skipulagslaga með fyrirvara lagfærð gögn í samræmi við athugasemdir og svörun nefndar og mæltist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykkti tillöguna og fæli í framhaldinu skipulagsfulltrúa að senda tillöguna skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. greinar sömu laga. Það fól nefndi skipulagsfulltrúa að svara þeim sem gáfu umsagnir og þeim sem gerðu athugasemdir. Skipulagsnefnd áréttaði fyrir bókun nefndarinnar frá 16.1.2023 að tillagan yrði sett í ráðgefandi íbúakönnun áður en bæjarstjórn Árborgar tekur tillöguna til loka afgreiðslu. Niðurstöður ráðgefandi íbúakönnunar voru þannig að 1655 íbúar tóku þátt og sögðust 1468 íbúar hlynntir breytingunum en 187 andvígir. Lagt til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli síðan skipulagsfulltrúa að senda tillöguna skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga. Og hér fylgja málinu síðan ýmis gögn sem ég ætla nú ekki að fara frekar yfir hér. Þar bæði minnisblað frá skipulags- og byggingarnefnd og skuggavarp og fleira sem að íbúar og aðrir geta kynnt sér inn á árborg.is til frekari glöggvunar. En nú opna ég fyrir umræður þessa tillögu, þeir sem að vilja ræða meinsilega gefi merki. Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég er með til umræðu deiliskipulagsbreytingu fyrir miðbæ Selfoss sem ætla ekki að fara ítarlega í gegnum hann. Við erum búin að ræða hana hér nokkuð oft en í kjölfar athugasemda þá kom það sérstaklega fram í nefndinni varðandi, eins og kemur fram í inngangnum, varðandi reitinn fyrir aftan Sigtún 2 að henni fannst það að taka tillit til þeirra athugasemda og lagði það til við henni að það yrði lækkað og það hefur verið gert og gögnin uppfærð því til samræmis, þannig að þarna verður bara 1 hæðar hús með risi, þannig að það minnkar þá örlítið byggingamagni þar á móti. Að öðru leyti helst til að hann nokkurn veginn góð og ég held að hún sé bara mjög fín að öðru leyti, bara eins og hefur komið áður til umræðu. En hún fór í íbúakönnun sem var í fyrsta skipti gerði gegnum Betri Árborg, gekk bara heilt yfir vel fyrir sig. Það voru 1655 sem tóku þátt, sem gera rétt tæplega 20% þátttöku. Það má eðlilega deila hversu, er það góð þáttaka í íbúakönnunni eða ekki, það getum endalaust deilt en það tóku þarna 1655 en niðurstaðan var nokkuð afgerandi. Við vorum búin að lýsa yfir og sagt hérna þessari pontu að miða við saman síðan sem voru rétt 30% en það myndi maður verða undir hverjum bæjarfulltrúa að taka því sem bindandi niðurstöðu og þetta undir því en niðurstaðan var nokkuð afgerandi í þessari könnun allavega. En svo það sé skýrt að könnun var að ræða en ekki kosningu. Þannig að hún hafði ekki lagalegt gildi í þeim skilningi, það alltaf bæjarstjórn sem að taka þessa ákvörðun. En frá nefndinni var lagt til í bæjarstjórn að deiliskipulagið yrði samþykkt, svo tökum við fyrir annað mál hérna neðan sem þá samkomulagið það viðbótar lóðir og vinnulagið í þessu öllu. En alltaf svo mikið hafa fleiri orð, bara legg til að þetta verði samþykkt.
Já, þakka þér fyrir Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta 4. mál á dagskrá fundarins sem breyting á deiliskipulagi miðbær Selfoss sem við kynntum hér að framan. Ef svo ekki að þá göngum við til atkvæða þessar breytingar sem að hér hefur verið farið yfir. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Einhver á móti. Það eru þá 10 sem að greiða því atkvæði og bæjarfulltrúi Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista situr hjá. Ég ætla að fá varaforstjóra til að taka við hér eitt augnablik, ég ætla að fá að gera grein fyrir mínu atkvæði ef ég má. Já, Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista, vill gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Hafandi verið fylgjandi hugmyndum uppbyggingu miðbæjarins á Selfossi frá upphafi og þeirri lýðræðislegu aðferð að íbúar geti sagt sitt álit á svo stórum áformum, þá eru í mínum huga fleiri atriði en færri sem eru mér að skapa í þeim breytingum og skipulagi sem hér eru kynntar. Einnig hafa íbúar talað skýrt í íbúakönnun. Mínar athugasemdir hafa legið þá átt að stækka skipulagið inn í Sigtúnsgarð meir en fyrirhugað var. En eins og ég lýsti eru fleiri atriði en færri sem ég er fylgjandi í þessum breytingum og segi því já. Já, takk fyrir þetta. Kjartan ætlar að taka við aftur fundinum. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi, tekur þá aftur við stjórn fundar. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Brynhildur og þá mælendaskrá lokið og atkvæðagreiðslu lokið og við göngum til 5. liðar á dagskrá fundarins. Það miðbær Selfoss samkomulag sveitarfélagi Árborg við Sigtún þróunarfélag. Fyrir fundinu liggur samkomulag sveitarfélagsins við Sigtún þróunarfélag áframhaldandi uppbyggingu annars áfanga miðbæjar Selfoss. Máli var áður á dagskrá á 19. fundi bæjarstjórnar þar sem lagt var til að málinu yrði frestað og vísað í íbúa samráð. Það ráðgefandi könnun á afstöðu íbúa til frekar uppbygginga miðbæjarins í samræmi við fyrirliggjandi tillögur. Könnunin var framkvæmd á tímabilinu 18. til 25. maí síðastliðinn í gegnum vefsvæðið Betri Árborg. Þátttakendur í íbúa samráðinu voru íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu 16 ára og eldri. Hver þáttakandi hafði 1 atkvæði og þurfti að auðkenna sig með rafrænum skilríkjum til að geta tekið þátt í könnuninni. Í könnuninni var eftirfarandi spurning lögð fyrir íbúa: hver afstaða þín til breytingatillögu varðar uppbyggingu á miðbæ Selfoss í samræmi við fyrirliggjandi drög að samkomulagi við sveitarfélagið Árborg og tillögu að breytingu á deiliskipulagi? Svarmöguleikar, hlynntur eða andvígur. Niðurstöður ráðgefandi íbúa könnunarinnar var þannig að 1655 íbúar tóku þátt og sögðust 1468 íbúar hlynntir breytingum en 187 andvígir. Það eru síðan fylgigögn hér með drögum að þessu samkomulagi sem hér kynnt í 5. lið fundarins og ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, D-lista, við beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum hérna í framhaldi af samþykktum deiliskipulagi miðbæjar Selfoss með framlögð drög að viðauka við samkomulag sem gert var 28. maí 2017 sem erum framhald uppbyggingar í miðbæ Selfoss. Þetta samkomulag hefur verið í smíðum allar vetur. Það var gerður upphafi þessa ferli sem var gerður þessi samráðshópur með 4
bæjarfulltrúum og fulltrúum Sigtúns þróunarfélags ásamt starfsmönnum sveitarfélagsins sem unnið var að helstu áherslum og öðru í deiliskipulaginu og samkomulaginu og farið í rauninni yfir það allt saman. Kannski helstu atriði sem eru umfram, því að grunnurinn að þessu samkomulagi sem gert 2017 og það í rauninni allstaðar vísar í grunninn að því. Það sem var farið á stað með verkefnið, ákveðnu landi, miðbæjarlandi frá sveitarfélaginu lagt inn í verkefnið eða úthlutað í verkefnið og Sigtún þróunarfélag átti ákveðin hluta landi sem það leggur inn í verkefni líka og svo eignast sveitarfélagið allt landið af verkefni loknu og tekur það af því lóðalegu gjöld og önnur gjöld sem kom að. Þannig að í þeim fyrsta áfanga sem komið núna eru sveitarfélagið fyrir að hafa til að mynda fasteignagjöld í tekjur. Umfram allt annað sem við þurfum ekki að vera tíunda hér bara sem þessi ímynd og okkar hugsu til þessa verkefni svo við getum haft mismunandi skoðanir á því eða annað en maður heyrir ekki annað en að vel hafi til tekist og hef ekki fulla trú á því að það muni gilda áframhald verkefnisins. Það sem bætist við í rauninni og kemur fram í samkomulaginu það að sveitarfélagið veitir Vilyrði fyrirselst landi 2700 fermetrum sem eru svona skiptist í 2 hluta. Það er rauninni meðfram fyrir aftan Sigtún 2 sem kom sem stað þar sem vorum að gera grein fyrir athugasemdum áðan og síðan syðst í garðinum þar sem vísaðir inn að farið aðeins lengra inn í Sigtúnsgarð og göngugatan kemur og svo lágreista byggð sem semst hugsuð til þess að tengja saman Sigtúnsgarð og miðbæinn betur. Það kemur fram og gott að komið fram hérna að úthlutun verður í samræmi við gildandi reglur og gjaldskrár Árborgar semst á úthlutunar degi þannig að það sé komið skýrt fram að það kemur inn í samkomulagi. Að öðru leyti síðan hvernig getum við orðaða samskeyti eða þetta samspil Sigtúnsgarðs og miðbæjar og það hugsun bæði sveitarfélagsins og hefur alltaf legið fram og inn í samráðshópnum að þetta samspil verði sem best og það í rauninni grunnhugsunin í þessu og í því formi eru aðilar sammála að stofna vinnuhóp núna strax í framhaldinu sem leggi fram tillögu að hönnun og kostnaðargreiningu og framkvæmd á því svæði sem tengir þetta saman. Og inn í því felst þessi söngbrekka eða leiksvæði, hvað sem maður kalla inn í sem hlut af Sigtúnsgarðinum og síðan í rauninni tengingin í gegnum göngugötunni sem þarna syðst í bænum. Af því að hluta af því fellur eðlilega inn í garðinn og annað sem fellur síðan í framhaldinu inn í svokallaða miðbæjarskipulag. Og skiptir þeim kostnaði þannig að Sigtún þróunarfélag kemur að kostnaða hluta til þá fyrir Sigtúnsgarðinn og á móti eru tengingin með göngugötunni sem sveitarfélag kemur á móti en þessi vinnuhópur leggi þetta fram og það verið gert semst á þráttlega forsendum fjárheimilda sveitarfélags hverju sinni. Þetta eru svona kannski þessi 2 stóru atriði sem eru þarna inn í samkomulaginu fyrir utan það að eins og var í grunn og auðvitað í grunnsamkomulaginu 2017 að gatnagerðargjöld og annar að Sigtún þróunarfélag stendur straum af öðrum kostnaði við gatnagerð og öll torg og önnur svæði sem má telja til opinna svæða í framhaldinu þegar að sveitarfélagið fær síðan svæðið allt aftur til í rauninni eignar að framkvæmdu loknum. Ég held að þetta sé svona lykilatriðin í samkomulaginu og leggjum til að það verði samþykkt. Öðru leyti. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Bragi. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-listað með orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum hérna að fjalla viðauka fyrir samkomulag uppbyggingu í miðbæ Selfoss og bæjarfulltrúar Bragi Bjarnason fór hérna yfir ýmislegt sem þarna sem í þessum samningi en í tengslum við þennan viðaukasamning þá langar mig til að spyrja meirihlutann varðandi það fjallar í rauninni aðra greinina í samningnum og í rauninni þetta er einföld spurning að það þetta með hvort að sveitarfélagi Árborg muni innheimta byggingarréttargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá og reglum sveitarfélagsins þar
af þeim tæplega 11.000 fermetrum sem byggingamagni muni aukast eins og það kemur fram í þessum viðauka. Þá þetta rúmir 10.000 og eitthvað fermetrar þar sem talað um að byggingamagn muni aukast og við erum með hér reglur sveitarfélaginu sambandi við að það skuli innheimta byggingaréttargjald af öllu viðbótar byggingum eða sem sagt það að segja viðbótar byggingamagni. Þannig að ég myndi gjarnan vilja fá svar við því. Og svo varðandi vinnuhóp sem var við að tala þetta sameiginlega verkefni. Verður þetta sami hópur og samráðshópurinn sem núna eða fyrirhugað að þetta sé einhver annar hópur og mun þá þessi samráðshópur starfa áfram eða hans verkefni lokið? Takk. Takk fyrir Arna. Fleiri sem vilja tjá sig. Það var Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, það að hluta til í rauninni ákvæði sem liggur í samkomulaginu, en þar nærum sem sagt að því að grunnurinn í rauninni samkomulagið var lagt fram 2017 og innan þess skipulagssvæði sem það sem við erum að úthluta sem kemur til viðbótar við samningin sem eru þau svæði, þar fellur það á úthlutunarrétti akkurat að gjaldskrá og reglum sveitarfélags og þar fellur meðal annars undir byggingaréttargjald fyrir það sem þá innan þess reits, þannig ég tala alveg skýrt það til viðbótar sem kemur til viðbótar við þetta skipulag sem var búið að samþykkja ár. Hvað það eru nákvæmlega margir fermetrar þarf að stilla upp þegar að því kemur þegar það endanlega búið ákvæða. Nú fækkaði sennilega fermetrunum eitthvað þegar þurftum að breyta skipulaginu en það kemur endanlega þegar að þeim lóðum er úthlutað og byggingamagn liggur fyrir. Seinni spurningin vonandi, ég vona að þetta hafi verið skýrt bara svar hvað það er ekki. Þarna næri þetta semst til þessa 2720 fermetra sem við erum að tala til viðbótar úthlutunar að þegar því er úthlutað, öðru landi hefur nú þegar verið úthlutað og það, þó að sé breytingar á byggingarheimildir þar, þá fellur það undir grunnsamningi sem og við erum ekki að innheimta að því eitthvað til viðbótar. En það sem kemur til viðbótar, sem nýtt land til úthlutunar, samkvæmt samkomulag sem viðaukinn við samkomulagið, að þar mun sveitarfélag geta haft heimild til, samkvæmt þeim reglum sem við erum að samþykkja núna, að meðal annars rukka gjöld eins og byggingaréttargjald, það eru líka byggingarleyfisgjöld og önnur gjöld sem falla þar undir, en svo falla niður auðvitað, eins og ég lýsti áðan, gatnagerðargjöld og annars svoleiðis sem fellur inn í það að Seytum þróunarfélag stendur undir gatnagerðargjöldum og annars svoleiðis. Þetta er að taka þetta í sundur, eins og þess. En ég vona að þetta sé svarið spurningu skýrt, það snýr þennan hluta en ekki alveg heildina, þannig að þetta ekki 11.000 fermetrar sem falla undir, heldur þeir fermetrar sem falla undir þá reiti sem þá náttúrulega alveg skýrt í byggingar þegar verður farið að byggja þeim reitum. Varðandi vinnuhópinn, það liggur ekki fyrir hvort það að vera sami hópur og það er kannski bara verkefni bara næsta skref. Höldum við þeim hópi eða stofnum við nýjan sem það fulltrúum sveitarfélagsins í þeim hópi? Það er bara næsta skref í verkefni, það er ekki búið að skipa þá þann hóp en ég held að við tökum það bara til umræðu í framhaldinu hvort við nýtum okkur þá fulltrúar sem eru komnir búnir að vera í samráðshópnum og fara áfram eða stofnum nýjan. Þannig að það er bara næsta skref þannig því. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi. Arna Ýr, Gunnarsdóttir, S-lista, morðið. Forseti, takk fyrir þetta Bragi. Mér fannst þetta samt mjög óskýrt og mér fannst ég ekki skilja því nægilega vel. Og ég bara þarf að fara aðeins yfir þetta aftur. Það er þá ekki nema það viðbóta byggingana magn sem er inn á þessum 2700 fermetrum en þá kemur önnur spurning. Finnst ykkur við vera þá að gæta jafnræðis miðað við aðra sem munu þá koma núna eða eru með mál til meðferðar þar sem að verið að auka við byggingamagn á áður samþykktu deiliskipulagi? Erum við að gæta jafnræðis ef að við gerum þetta á þennan hátt gagnvart Sigtúni þróunarfélagi? Mér finnst ansi erfitt að verja það út á við. Þannig að ef þetta er svona eins og ég
var að endurtaka, ef ég skildi þið rétt, að þá velti ég því fyrir mér hvort að þetta samræmi stjórnsýslulögum, það er að segja að við séum að gæta jafnræðis, að jafnræðisreglan sé höfði í öndvegi og að það sama gildi þá aðra. Af því að þetta á alveg að vera skýrt í reglum sveitarfélagsins, þetta með byggingarréttargjaldið. Takk. Takk fyrir, Arna. Það eru fleiri sem vilja sjá sig östuð. Bragi Bjarnason, Dýrstað. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, þetta er eðli málsins samkvæmt, er þetta bara réttmætar, hvað að segja, ábreytingar og hvernig með vega. En hvert verkefni sem við erum að tala hjá sveitarfélaginu er í sjálfu sér sérstakt þegar kemur að þessu, hvaða svæði við erum að tala ný hverfi sem eru eingöngu íbúðabyggð og þú ert að semja það, erum að tala ný svæði sem hafa mögulega verið iðnaðarsvæði og verið að breyta í íbúðir, þú ert að vinna út frá þeim eða er verið að breyta því bara í atvinnusvæði. Þarna erum við að tala í rauninni miðbæ þar sem er líka verið að auka við í rauninni torg og opinsvæði samkvæmt sem þýðir þá meiri kostnaði í rauninni þeim sem sveitarfélag þarf ekki að leggja út fyrir en falla undir þá gatnagerðargjöld sem eru. Þannig að það má örugglega endalaust deila það hvað er telja nákvæmlega sanngjarnt eða rétt, en við teljum að við séum að standast alla stjórnsýslu og það sé ekkert svoleiðis sem falli á. En þetta er rauninni bara samkomulagi sem við unnum eftir í grunninn frá 2017 og svo þessi viðbót sem ég var að reyna að vera skýr með gagnvart því sem kemur þarinn. En ég held að við sem eðlilega, það eru skiptar skoðanir hvað mönnum finnst bæði hvort sem það er byggingamagn, húsagerð eða hver á að kannski að greiða hvað eftir mismunandi verkefnum, en ég tel að við stöndum fyllilega. Þetta er mjög, hvað ég segja, bara eins og mörg önnur verkefni sem er í gangi hjá okkur, bæði íbúðar, hverfi og annað, mjög verðugt verkefni sem bara mann hlakkar til að sjá klárast og að við getum notið þessum íbúar, en ég skil alveg að það eru eðlilega skipta skoðanir bæði kannski útfærslun á þessu, svo getum við farið ennþá út í húsagerð eða göngugötu eða eigum við á sveitarfélagi að sjá garðin eða ættu bara þessir aðilar að taka hann allan undir eða annað svoleiðis, en þetta er niðurstaðan sem við leggjum á stað með og ætlum að vinna eftir og ég stend fyllilega við það. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Orðið. Já, virðulegur forseti, í kjörinn enn á ný og aðrir tilheyrendur, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, kannski til þess að því ég í rauninni hafði nákvæmlega sömu spurningu og Arna, að árétta spurningun og fá alveg skýrt svar við henni. Það er í rauninni svolítið mikilvægt núna að við stöndum alveg klára á því að hverjar forsendurnar eru og án þess að það sé einhver verulegur ágreiningur framvindu verkefnis. Ég held að það vilja allir vera þeim megin í lífinu að við séum áfram að bærinn sé að vaxa og dafna og fríkka á sama tíma. En hér í rauninni drögum að samkomulagi stendur samkvæmt deiliskipulagstillögunum mun hámarks byggingamagn ofanjarðar verða aukið 950 fermetra frá því sem að fyrr var ákveðið og neðanjarðar 10.335 fermetra. Það er auðvitað stóra talan í þessu og í því felst bílakjallari og slíkt og þetta er ekki alveg sambærilegir fermetrar sem að ræður þarna. En bara svo við fáum alveg skýrt svar frá formanni bæjarráðs eða bæjarstjóra að er verið að greiða fyrir þetta aukna byggingamagn, það er að segja þessa 950 fermetra samkvæmt gjaldskrá og þessa 10.335 er verið að greiða fyrir þá samkvæmt gjaldskrá. Þannig að spurningina ætti að vera skýr og afmörkuð og við ættum að fá gott svar við henni. Takk fyrir, Arnar. Þá er spurning hvort að, Álfheiður Einarsdóttir, A-lista, orðið.
forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem eru að fylgjast með fundinum. Ég tek hérna undir bara með Arnari Freyju og Örnu Ýr og ég myndi vilja fá svona skýrara svar það af því þarna greinilega verið að breyta byggingarréttarmagni. Þannig að þá í raun og veru ættum við að rukka fyrir allt svæðið sem að breytingarna ná undir. Þannig að mér finnst svörin ekki nægilega skýr og þetta er ekki nægilega skýrt í samningnum heldur. Takk. Takk fyrir, Álfheiður. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu? Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, hversu vel? Forseti, já, það mér langaði bara aðeins að koma inn á það þegar bæjarfulltrúi Bragi Bjarnason talaði að Sigtún þróunarfélag inni í auðvitað eins og var samið frá upphafi. Það er náttúrulega ástæðan fyrir að þeir fengu afhendar lóðir hér, afar dýrmætar lóðir sem við margrætt. Lóðir sem sveitarfélagið keypti fyrir mörg hundruð milljónir. Dýrmætustu lóðir á Suðurlandi. Að þeir tóku að sér auðvitað gatnagerð af því þeir borguðu ekkert fyrir lóðirnar og skárra væri það nú að þeir væru að útbúa þarna torg og annað á þessu landi. Þannig að mér finnst það er bara eðlilegasti hlutur í heimi og við höfum auðvitað líka það hafa hér einkaaðilar sem eiga lönd og hafa keypt löndin fyrir mikla peninga. Þeir hafa látið sveitarfélagið hafa lóðir fyrir ekkert til að byggja leikskóla til dæmis, til að byggja upp opinbera þjónustu. Þannig að það eru alveg dæmi fyrir því. Þrátt fyrir að fyrirtæki eða athafna menn í sveitarfélaginu hafi keypt og lagt út mikið fé fyrir sínu landakaupum sem þeir hafa þurft að gera annað en þeir sem við ræðum hér. Þannig að ég vildi bara koma því að. Takk. Takk fyrir, Arna. Það hefur verið óskað til að taka hér örstutt fundarhlé og ég ætla að gera hér 5 mínútna fundarhlé á fundinum.
Þá höldum við áfram dagskrá. Við töluðum nú 5 mínútur hér áðan, það tognaði aðeins úr því, við þurftum að fara hér betur yfir málin og við erum hér í 5. lið á dagskrá fundarins bæjarstjórn Árborgar. Hér er samkomulag sveitarfélagsins Árborgar við Sigtún Þróunarfélag. Það var nokkrir tjáð sig hér og rætt, eru fleiri sem vilja tjáð sig. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Já, virðulegu forseti og bæjarstjórnarmenn og aðrir tilheyrendur. Við í minnihlutanum ræddum þetta aðeins og það eru ákveðnar breytur sem að virðast eiga eftir að ná fram að ganga og það er erfitt fyrir okkur að sitja undir því að samþykkja eitthvað það sem að er ekki alveg klárt hversu margir fermetrar fara yfir undir núverandi breytingu og við viljum leggja það til að fresta málinu til afgreiðslu og þangað til að það er búið að skýra raunverulega hvað ræðir, hvaða margir fermetrar koma til álita þegar það fellur undir þessa nýju gjaldskrá sem hefur verið sett fram og af þeim sökum að þá svona er erfitt fyrir okkur að taka afstöðu en við segjum það samt sem áður að það er ekki gert með þeim huga að reyna að vera að neikvæð fyrir verkefni. Það er í rauninni ekki það, heldur einfallega að upplýsingarnar eru óskýrar, liggi ekki fyrir og hafa ekki verið lagðar fram fyrir okkur, hvort sem við vorum að taka þátt í undirbúningsnefnd eða ekki. Þakka við fyrir. Arnar Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista. Já, virðulegi forseti og tilheyrendur allir. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Arnari þetta mál. Það, eins og hefur rætt hérna fyrir í dag, blússandi byr með verkefninu. Það er mjög almennur stuðningur við uppbygginguna sem á sér stað í miðbænum. Við erum búin að samþykkja breytingu á deiliskipulagi. Það var ítarlega fjallað um það í skipulagsnefndinni sem ég á sæti og mjög málefnaleg og fín umræða og brugðist við þeim athugasemdum málefnalegum sem þar inn komu og eins og Arnar nefndi hérna þá er þessi tillaga minnihlutans alls ekki sett fram til þess að draga úr eða hægja á verkefninu, heldur fyrst og fremst til þess að fá úr þessu skori til að koma í veg fyrir misskilning og kannski neikvæðari umræðu þennan þátt málsins heldur en efni standa til. Þegar okkur öllum mikið muna að það sé áfram breiður og almennu stuðningur við verkefnið. Fyrsta áfanga var tekið hér með kostum og kynjum, svo mildilega sem mest á sínum tíma, verðskuldað og margt bendir til þess að deiliskipulagsbreytingin verði til þess að gera þetta ennþá aðgengilegra og skemmtilegra heldur en áður var lagt upp með. En þegar eru álitaefnum mála þessu tagi eða ekki alveg ljóst hvernig því er háttað, þá býður það upp á rangfærslur, misskilning og deilur það í staðan fyrir að það liggi allt ljóst fyrir og umræða snúist verkefni sjálft og þá miklu uppbyggingu sem á sér stað í miðbænum. Og þess vegna finnst mér það málefnaleg niðurstaða að fresta afgreiðslu samkomulagsins til næsta fundar, ræða þetta betur og vinna þetta aðeins betur og fá afdráttarlaust úr þessu skorið sem er spurt varðar byggingamagn og greiðslur og gjaldtöku fyrir byggingarétt. Þakka fyrir Björgvin. Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, takk fyrir þessi orð sem hafa komið aðeins til þess að fara yfir rauninni af því að þetta er náttúrulega búið að vinnast í og ég tek undir, þetta hefur náttúrulega verið unnið í allan vetur, farið yfir þetta mjög vel en þarna
erum við í rauninni og hefur alltaf komið fram frá því að það var í rauninni byrjað að ræða verkefni. Þetta væri þessi tveiskipti þáttur, það er það sem er innan gildandi skipulags og það sem er í rauninni ekki verið að breyta heldur nýtingu landsins. Þetta er verslunar- og þjónustu svæði og það verður það áfram þó að það verður ekki hafi verið tekin út þessi safnabygging sem var nú mjög umdeild á sínu tíma og sett í staðinn hótel. Og sá kostnaður sem er í rauninni eins og við ræddum aðeins, eins og við fórum aðeins yfir áðan í tengslum við þetta umfang í rauninni sem er í tengslum við miðbæ sjálfan, sem eru það sem eru fleiri opin svæði, fleiri torg og annað sem þarf að leggja í, sem er þá aukinn kostnaður og þau rými sem koma til nýtingar fyrir þegnas eða íbúa sveitarfélagsins og þá menningu sem tengist líka miðbæ. Og þannig voru að tala svona sali sem eru til sýningar, þjónusta sem mun tengjast inn í og nýtast í rauninni miðbæ Selfoss, að þegar allt þetta verið tekið inn í heildarmyndina þá væru við í rauninni að ekki að taka umfram gjöld innan þess svæðis sem var innan gildandi skipulags. En það sem kæmi til viðbótar fyrir umfram, og það er í rauninni mun eðlilega að 100% leyti hverju fermetri aldrei liggja fyrir en að teikningar eru lagðar inn fyrir þær byggingar sem koma þar og eins og við bara við rætt mun eitthvað breytast í þessum tengingum inn í tengslu við Sigtúnsgarð og göngutu. Það getur alveg gerst í ferli þessu vinnu, þannig að það er í rauninni greitt og þess vegna vorum við líka samþykkja gjaldskrá sveitarfélagsins, þannig að það væri hægt að rukka fyrir þær nýju atriði sem koma inn, sem er þessu tilfelli land, og væri hægt að rukka fyrir það þegar það liggur fyrir. Þannig að það mun ekki liggja fyrir nákvæmir fermetrar þar sem rukka fyrir en það kemur að því og þá er hægt að rukka eftir þeirri gjaldskrá sem er bara mjög eðlileg. Þannig að ég get ekki tekið undir að þetta hafi ekki verið nógu vel unnið. Það er allt í rauninni og verið upp á borðanum og vinna í þessum hópi og ég vona að það hafi verið einskipt því að þetta er allavega skilningur sem við hefum alltaf unnið með af því að hvert verkefni fyrir sig er sértækt. Hvort sem það er í þessu tilfelli miðbæjarskipulag eða það hefur síðan með annar stað þar sem við erum kannski bara með íbúðarskipulag. Það þarf að vega og meta hvert þátt í því verkefni og þetta eru þeir þættir sem við vegum og metum þar. Þannig við teljum að það sé sanngjarnt, bæði fyrir sveitarfélagið, íbúa og í rauninni framkvæmda aðila að leggja þetta upp svona. Þannig að, já, ég vona það útskýrt það er allavega það sem að vill koma, þannig að það komi skýrt fram. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi. Það eru fleiri sem vilja tjá sig það hér. Og ef svo er ekki, að þá er tillaga Arnars Freys hér áðan frestun málsins. Hún gengur aðeins lengra heldur en afgreiðsla þess og þá ætlum ég fyrst að bera það undir atkvæði þeir sem eru samþykkir því að fresta málinu og komi hér fram í málflutningi. Þeir sem eru á móti, það er fellt með 6 atkvæðum D-lista og móti 5 atkvæðum 2 frá B, 1 frá A og 2 frá S. Nú, þá göngum við til atkvæða þessi samkomulagsdrög sem hér liggja fyrir og hér eru fylgiskjöl og annað sem fylgja málinu. Það hefur verið reifað hér í nokkrum ræðum og ég ber þetta þá upp til atkvæða þeir sem eru samþykkir þessu samkomulagi og þessum drögum að samkomulagi milli sveitarfélagsins Árborgar og Sigtún þróunarfélags vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það er samþykkt með 6 atkvæðum D-lista og 2 fulltrúar S-lista, 2 fulltrúar B-lista og 1 fulltrúi A-lista sitja hjá. Þá er komið að 7. máli á dagskrá fundarins, ástandsskýrsla Almannavarnaráðs Árborgar 2023. Og ég ætla að fá hana Brynhildi Jónsdóttur varaforseta til að taka við stjórn fundarins. Já, takk fyrir það, Kjartan. Við erum að fara á 7. lið, það er ástandsskýrsla Almannavarnaráðs Árborgar, tillaga frá 10. fundi Almannavarnaráðs Árborgar frá 5. júní, liður 1, ástandsskýrsla Almannavarnaráðs Árborgar 2023. Almannavarnaráð Árborgar lagði til að bæjarstjórn samþykkti ástandsskýrslu Almannavarnaráðs Árborgar 2023. Og undir þessu er vorskýrsla Almannavarnaráðs Árborgar.
Er einhver sem vill tjá sig þetta? Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista. Það er fyrir forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Það að því ég sit nú hér í almannavarnaráðinu með Sólveigu og Viðari, ákaflega heppinn með fólk með mér sem þekkir þessi mál mjög vel. Nú eins og menn muna, þegar almannavarnaráð var sett á laggirnar á sín tíma, þá þarf að leggja fyrir ástandsskýrslu og fyrir bæjarstjórn Árborgar 2 ára ári, og það er inngangur samkvæmt samþykktu skipulagi Sveitarfélags Árborgar frá 27. apríl 2022 ber almannavarnaráði Árborgar að skila til bæjarstjórnar hverju vori ástandsskýrslu sem gerði grein fyrir stöðu gagna, birgðum og þekkingu starfsmanna á viðbragðskerfinu, og hér er farið yfir þau gögn sem eru inn í því. Ég ætla kannski ekki að lesa það allt saman upp, en það snýr auðvitað, eins og menn átt að segja á, að þeim samfélagslegu röskunum sem hér gætu orðið þegar að vá ber að dyrum, hvort sem það er jarðskjálftar, flóð eða hvað annað það sem að hér kann að gerast, og það er því gríðarlega mikilvægt að okkar vinnu sé haldið áfram markvisst, og það sé unnið að því að gera öll þau gögn og aðgengileg bæði starfsmönnum og íbúum og eins á sett fram á sem skiljanlegastan hátt, þannig að það sé ekki mikið flækjur. Nú þess ber að geta, að því að gögnin eru hér svo sem nokkuð skýr í þessari ástandsskýrslu og komið þar inn á flestu atriði sem að varða þetta málefni, að þá er í lokin minnst á það af hálfu almannavarnaráðs Árborgar að leggja til hér nafnabreytingu. Þetta fór eitthvað fyrir brjóstið á svona helstu björgunarsjefum þessa lands, að við varum skýrt bæru nafnið og heitið almannavarnaráð, og þannig að við vorum svo sem tókum þetta nú ekki mjög stint upp í sjálfum sér, að við erum að stíga á einhverja tær þarna og höfum svo sem engan áhuga á því. Við erum aðeins að vinna þessa undirbúningsvinnu okkar hér, og hér sem sagt er lagð til svo nafnabreytinga sem við kannski staðfestum þá betur á fundi í haust, en að hér er lagt til að almannavarnaráð muni bera nafni viðbragðsnefnd Árborgar. Hún svona kannski tekur utan það sem að þessi nefnd hefur með höndum, það er að segja að veita viðbragð við hverju þeirri vá sem hér kann að verða, og eins að undirbúa starfsfólk, íbúa og aðra við slíku viðbragði. En já, ég ætla ekki að fara frekar yfir þetta. Já, takk fyrir þetta. Kjartan, eru fleiri sem vilja tjá sig vorskýrslu almannavarnaráðs Árborgar? Ef svo er ekki, þá ber ég hana upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir skýrslunni, vinsamlega skjöfmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 7. lið, það er stefna Sveitarfélags Árborgar vegna samfélagsröskunar. Tillaga frá 10. fundi almannavarnaráðs Árborgar frá 5. júní liður 2. Stefna Sveitarfélags Árborgar vegna samfélagsröskunar 2023 til 2026. Almannavarnaráð Árborgar lagði til að bæjarstjórn samþykki stefnu Sveitarfélagsins Árborgar vegna samfélagsröskunar fyrir árið 2023 til 2026. Og undir þessu er fylgiskjal þar sem stefna Árborgar vegna samfélagsröskunar er. Og er þetta drög. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista, biðjumorðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, það er áfram í þessu máli varðandi þessi drög sem er hluti af þeim reglum sem almannavarnaráði gildir, og síðar vonandi viðbragðsnefnd Árborgar ef allt gengur nú eftir þar, og það er svo sem kannski óþarf að fara yfir þetta hér lið fyrir lið, en þetta plagg unnu þau Viðar og Sólveig, og við fórum síðan yfir þetta í nefndinni, og ég treysti þeim 100%. Við fórum yfir þetta saman hér á fundi nú nýverið, og það er þetta tekur auðvitað á í raun og veru í nokkuð
almennt í þessu plaggi hvernig við ætlum að bregðast við þeim röskunum sem hér getur orðið ef að til einhvers konar vár kæmi. Þannig að ég ætla ekki að fara yfir þetta í sjálfu sér en ég vil bara fá að þakka Viðar og Sólveigu fyrir þeirra vinnu í þessu og við munum síðan halda áfram með haustinu að útbúa þannig gögn að þau verði aðgengilega og sem læsilegastan hátt fyrir starfsfólk og sviðstjóra og aðra sem að bera ábyrgð í bæjarkerfinu okkar og síðan auðvitað líka að koma þessu til okkar íbúa. Það til dæmis gerðist núna í vetur þegar að það lá mögulega fyrir að Ölfusá myndi flæða við bakka sína að þá var til dæmis eitt sem við lærðum á því að vara íbúana við því að til dæmis hér allir byggðinni hér nálægt ánni gætu flætt upp kjallar og niðurföll og annað slíkt og við fórum í ákveðna vinnu hvað það varðaði og töluðum hér við fyrirtæki og fleiri aðila sem að selja til að mynda eins og sandpoka. Það svona, og það var fullt af fólki sem kom sem bara upp slíkum byrðum og var þá bara tilbúið ef að til þess að flóðs hefði komið, sem betur fór kom það ekki. Nú, svo óvart lentum við nú í einhverjum viðtölum út af þess og þá fannst yfir mönnum almannavarnar í landinu nóg komið og vildu þá snögglega við breyttum nafninu og síðan, en við lögðum það mjög skýrt fram í þessu hóp okkar að við værum ekki að gefa út neina skipanir hvorki lokanir gatna eða einhver lögregluverkefni eða neitt slíkt. Við vorum spurð það, en að sjálfsögðu erum við ekki í því, við erum bara að hugsa viðbragði gagnvart okkar eigin íbúum og okkar eigin sveitarfélagi, hvernig við getum brugðið sem best við. Og það var alveg skýrt tekið hjá okkur og við ætlum ekki að taka á okkur að vera víðir eða aðrir þeir heppilegustu kappar sem að véla þau mál. Við ætlum bara að tryggja það íbúarnir hefðu upplýsingar. Þannig að ég legg nú til að við samþykjum þetta líka og þetta sem sagt gildir frá 2023 til 2026. Nú ef það einhverja spurningar þá get ég svo sem reynt að svara þeim. En þetta allt svona í góðum farvegi. Já, takk fyrir þetta. Einhver fleiri sem er að tjá sig stefnu Árborgar vegna samfélagsröskunar? Ef svo ekki, þá ber ég það upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir stefnu Árborgar vegna samfélagsröskunar gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson tekur þá aftur við forseta. Þetta er fyrir rösk störf, Brynhildur. Þá höldum við áfram dagskrá. Hér er það 8. liðurinn á dagskrá fundarins. Það er reglur sveitarfélagsins Árborgar stuðnings- og stoðþjónustu fullorðinna einstaklinga. Tillagan er frá 3. fundi velferðarnefndar frá 25. maí síðastliðinn, liður 2. Reglur sveitarfélagsins Árborgar stuðnings- og stoðþjónustu fullorðinna einstaklinga. Velferðarþjónustu Árborgar. Velferðarþjónusta Árborgar lagði fram drög að reglum stuðnings- og stoðþjónustu fullorðinna einstaklinga í sveitarfélaginu Árborg. Velferðarnefnd samþykkti reglurnar fyrir sitt leyti og vísar málinu til bæjarstjórnar. Velferðarnefnd vildi jafnframt þakka starfsfólki velferðarþjónustu fyrir vöndu vinnubrögð við heildarendurskoðun reglna er varða stuðnings- og stoðþjónustu fullorðinna einstaklinga í sveitarfélaginu Árborg. Og hér er þetta fylgiskjal þar sem að þessar reglur eru tíundar í allnokkru máli og ég opna fyrir mælendaskrá. Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kem inn upp undir 8. lið sem fjallar nýjar reglur stuðnings- og stoðþjónustu. Þetta eru sérst bara svona til að fylgja þessu eftir hvað máli snýst. Það er þess að fyrsta svona gerð heildræna regla stuðningsþjónustu og stoðþjónustu fyrir fullorðna einstaklinga. Þar með vera einfalda regluverkið innan velferðarþjónustunar, þannig að núna eru annars vegar reglur fyrir börn og síðan fyrir fullorðna. Þessar reglur eru mjög vel unnar, einstaklega fagleg vinna sem liggur hérna bakvið, bæði starfsfólk velferðarþjónustunar úr þeim sem eru kannski meira í fötlunarmálum og bara svona víðsvegar. Sviðstjóri, fjölskyldusviðs og yfirmaður deildastjóri fjölskyldusviðs velferðarþjónustunnar segi
og lögfræðingar sveitarfélagsins hafa farið yfir þessar reglur og lesið þær ítarlega. Ástæðan fyrir þessum reglum í raun og veru það að við sem að setja ákveðið regluverk það að fólk er að sækja stuðningsþjónustu hjá sveitarfélaginu Árborg. Það er að setja fram reglur hvaða skilyrði þarf að uppfylla, þannig að það verður að búa til af hverju getum við samþykkt umsókn og af hverju getum við synjað umsókn, á hvaða forsendum erum við að gera báða hluti, þannig að allir gangi undir sömu reglur. Þannig erum við líka að taka út þessa pælingu að eitthvað heiti sérstaklega stoðþjónusta eða stuðningsþjónusta fyrir fatlaða, þannig við erum ekki lengur að fara að aðgreina einhverja sérstakar reglur fyrir fatlaða og sérstakar reglur fyrir aðra fullorðna. Það eru bara fullorðnir sem eru með fötlun og þeir eiga bara heima í þessum reglum alveg svo allir aðrir fullorðnir. Það sem að aðgreinir þetta kannski aðeins að stuðningsþjónusta, þetta eru stoð og stuðningsþjónusta. Þannig að stuðningsþjónusta þegar að stuðningur sveitarfélagsins, félagslega stuðningur við sveitarfélagsins, gagnvart einstaklingum nær upp að 60 klukkustundum að hámarki í grunnþjónustu. Þá þetta þessi tímafjöldi sem kostaður af sveitarfélaginu, en leið að við erum komin upp fyrir 60 klukkustundir á mánuði, þá erum við að falla undir stoðþjónustu og þá bergrisinn að koma meira inn eða þetta byggðasamlag fötlunarmál. Þannig að við erum í raun og veru að nota, þetta svona, við erum að taka þetta og setja þetta saman, þetta séu bara reglur fólk. Þetta ekki reglur mismunandi þjóðfélagshópa. Það eru bara, þetta bara fólk, við erum bara að vinna með fólk. Það svo beautiful í þessu. Þannig að þetta svona, það helsta kannski sem að ég vildi segja ykkur þessar reglur og ef þið viljið spyrja ykkur þá svara ég því fúslega. Takk að þið fyrir, Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, eins og vel. Forseti, ég nú byrja á að fagna að við séum búin að samþykkja þessar reglur. Þetta auðvitað eitt af því sem lá fyrir við þegar ný lög í málefnum fatlaðs fólks komu árið 2018, þá lá fyrir að það yrði að búa til þessar reglur og þetta auðvitað búið að taka ákveðinn tíma eðlilega. Það svona, alltaf verið að bíða eftir stærsta sveitarfélaginu. Reykjavíkurborg náttúrulega kom fyrst með sína reglur og svo hafa hinn sveitarfélögin svolítið verið að fylgja í kjölfarið. Og þetta eru afar mikilvægar og góða reglur og einmitt eins og bæjarfulltrúi Helga Lind kom inn á áðan og þá þetta svona, þá verið að einfalda þessar reglur stoðþjónustu í sveitarfélögunum og setja þetta svolítið undir einn hatt. Það að segja að það alveg sama af hverju þú þarft einhvern stuðning til að lifa sjálfstæðu lífi. Það skiptir ekki máli í rauninni af hverju þú þarft það. Þú bara átt ákveðin rétt út frá faglegum mati sem gert og það vel og gott. Eitt sem ég að velta fyrir mér í reglunum, þá er talað að því að það tíundaðans í reglunum. Þetta auðvitað margs konar stuðningur og fjölbreyttur stuðningur sem verið að veita. Það auðvitað bara verið að veita ráðgjöf og það verið að veita stuðningu heimilishald og það verið að veita þjónustu varðandi heimsenda mat og það eru skammtímadvalir og það húsnæði fyrir fatlað fólk og þetta allt saman tíunda þarna. En þarna talað endurhæfingu í heimahúsi og ég veit ekki til þess að Sveitarfélag Árborg hafi verið með endurhæfingu í heimahúsi, en þetta eins og á höfuðborgarsvæðinu þá hafa verið starfandi svokölluð endurhæfingarteymi þar sem það sem veitt þjónusta á heimilum fólks í afmarkaðan tíma eftir að fólk kemur heim til dæmis sjúkrahúsdvöl eða hafa lent í einhverjum áföllum eða veikindum eða eitthvað slíkt. En mér þetta bara svona áhugavert að heyra
að það hefur kannski farið fram hjá mér en svona ég veit ekki til þess og þá svona væri gott að vita hvernig því er háttað varandi endurhæfingu heimahús. Annars fagnaði þessu mjög og takk fyrir. Takk fyrir Arna. Eru fleiri? Helga Lind Pálsdóttir, Délista. Forseti, bæjarfulltrúar, það er komið endurhæfingateymi í Árborg þar sem að velferðarþjónustan er í auknum mæli að vinna með þessa hugmyndafræði að endurhæfa fólk inn á sínu eigin heimili. Við erum búin að ráða, það eru komnir 2 iðjuþjálfar til starfa við félagslega heimaþjónustu eða félagslega stuðningsþjónustu sem þetta heitir. Og það er verið að fara miklu meira í að skoða hvernig við getum fara að minnka þessi heimilistrif og fara að hjálpa fólki svolítið að vera virt inn á eigin heimili af því að við viljum jú helst að fólk sé virt eins lengi og hægt er. Þannig að fólk haldi heilsu og getur búið sem lengst í heimahúsum sem náttúrulega samræmist lögum málaflokk aldraða. Þannig að þetta er komið þetta endurhæfingateymi, þetta er mjög spennandi vinna sem er í gangi, þannig að bara hlakka til að fylgjast með framhaldinu. Takk fyrir Helga Lind. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða og það stendur hér að þetta séu það var tvívegis hérna mál nr. 8 og það er sem sagt það næst nr. 9. En þetta er sem sagt reglur Sveitarfélags Árborgar stuðnings- og stoðþjónustu fullorðinna einstaklinga. Þeir sem eru þessu samþykkt sem gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá kemur hér merkt samkvæmt draugum á dagskránni að það sé aftur mál nr. 8 en það mun vera nr. 9. Það er einhver draugur í kerfinu hérna hjá þeim aðila setti þetta upp en við bregðumst nú við því. Það er nr. 9 sem sagt. Breytingar og samþykktum stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Árborgar kjörtímabili 2022 til 2026. Og hér eru 3 minnisblöð með og ég ætla að renna hér í síðasta þar sem eru tillagar breytingar og samþykktum stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Árborgar. Eftirfarandi breytingar eru lagðar til og samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Árborgar í samræmi við ákvörðun bæjarstjórnar frá 19. fundi sínum 15. maí síðastliðinn í máli nr. 230/43/48 þar sem bæjarstjórn samþykkti skipulagsbreytingu snertir stjórnsýslu, fjármála og mannauðsdeild. Vegna þessara breytinga er nauðsynlegt að gera breytingar á 2 greinum í samþykktum stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Árborgar og eru þær eftirfarandi. A. Fyrir breytingu orðast 1. málsgrein 50. greinar samþykktarinnar svo: Bæjarstjóri sveitarfélagsins í umboði bæjarstjórnar ræður sviðsstjóra og mannauðsstjóra og veitir þeim lausn frá starfi. Sviðsstjórarnir eru 4 á stjórnsýslusviði, fjármálasviði, fjölskyldusviði og mannvirkja- og umhverfissviði. Lagt er til að eftir breytingu orðist 1. málsgrein 50. greinar samþykktarinnar svo: Bæjarstjóri sveitarfélagsins í umboði bæjarstjórnar ræður sviðsstjóra og veitir þeim lausn frá starfi. Sviðsstjórar eru 3 á stjórnsýslu- og fjármálasviði, fjölskyldusviði og mannvirkja- og umhverfissviði. Þannig þau verða þarna 3 sviðin í stað 4. B. Fyrir breytingu orðast 1. og 2. töluliður 2. málsgreinar 52. greinar samþykktarinnar svo: Bæjarstjórn felur eftirtöldum embættismönnum fullnaðarafgreiðslu mála. 1. Sviðsstjórum fjármál- og fjölskyldusviðs í sameiningu að afgreiða umsóknir lækkun eða niðurfellingu álags útsvars samkvæmt 25. grein laga nr. 4 1995 tekjustofna sveitarfélaga. 2. Sviðsstjóra fjármálasviðs að afgreiða umsóknir styrki til greiðslu fasteignaskatts af húsnæði sem ekki nýtt í ágóðaskyni svo sem vegna menningar, íþrótta, æskulýðs og tómstundastarfsemi eða vinnu að mannúðarstörfum samkvæmt reglum sveitarfélagsins þar dagsett 9. desember 2009. Lagt er til að eftir breytingu orðist 1. og 2. töluliður 2. málsgreinar 52. greinar samþykktarinnar svo: Bæjarstjórn felur eftirtöldum embættismönnum fullnaðarafgreiðslu mála. 1. Sviðsstjóra fjölskyldusviðs og fjármálastjóri í sameiningu að afgreiða umsóknir lækkun eða niðurfellingu álags útsvars samkvæmt 25. grein laga nr. 4 1995 tekjustofna sveitarfélaga.
2. Fjármálastjóra að afgreiða umsóknir og styrki til greiðslu fasteignaskatts á húsnæði sem ekki er nýtt í ágóðaskyni svo sem vegna menningar, íþrótta, æskulýðs og tómstundastarfsemi og eða vinnu að mannúðarstörfum samkvæmt reglum sveitarfélagsins þar dagsett 9. desember 2009. Svona hljóðaði þetta svona í öllum meginatriðum og ég opna fyrir mælendaskrá einhver við tjá sig. Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem eru samþykkir þessum breytingum á samþykktum stjórn og fundarskap sveitarfélags Árborgar gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá mun það vera 10. liður á dagskrá, fundartími bæjarstjórnar og bæjarráðs, kjörtímabili 2022 til 2026. Tillaga fyrirkomulag funda bæjarstjórnar í júlí og ágúst og að bæjarráði verði falin fullnaðarafgreiðsla mála. Forseti leggur til að bæjarstjórn taki sumarleyfi og að fundir bæjarstjórnar liggi niður í júlí. Næsti fundur bæjarstjórnar verði þann 23. ágúst næstkomandi. Meðan bæjarstjórnir í sumarleyfi fer bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefði ella. Bæjarráð tekur ákvarðanir að víkja frá fundartímum samkvæmt bæjarmálasamþykkt eftir því sem þurfa þykir hér á hásumri. Einhverju sem vilja tjá sig þetta? Þetta er nú svo nokkuð hefðbundið yfir hásumarið. Ef enginn vil tjá sig þá göngum við til atkvæða þeir sem eru þessum samþykkt með einselnast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá mun það vera mál númer 11, Austurvegur 7-23, deiliskipulag, lýsing. Lögð er fram skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag lóðana 7-23 og Selfossi í samræmi 1. málsgrein 40. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Unnið verður nýtt deiliskipulag fyrir Austurveg 7-23, það er þær lóðir sem eru norðan Austurvegar milli Sigtúns og Fagurgerðis. Hugmyndir eru nýjar byggingar og hluta lóða. Gert verður ráð fyrir verslunum og ýmiss konar þjónustu og jarðhæð bygginga og heimilt er að vera með íbúðir og efri hæðum. Í deiliskipulaginu verða settir skilmálar fyrir alla lóðir, svo sem hvað varðar hæðbygginga, hámarksbyggingamagn, aðkomu og bílastæði, vistvæna samgöngur, skuggavarp og gæði byggðarinnar. Deiliskipulagið verður í samræmi við aðalskipulag sveitarfélags Árborgar 2020-36 en þar er svæðið skilgreint sem miðsvæði M4. Skipulagssvæðið er 1,3 hektarar að stærð. Helstu markmið með deiliskipulaginu eru að stuðla að uppbyggingu og eflingar verslunar og þjónustu við Austurveg og heimila íbúðir og efri hæðum bygginga. Auk þess að setja skilmála hæð bygginga og byggingamagn. Gæði og yfirbragð byggðarinnar, vistvæna samgöngur og aðlaðandi dvalasvæði sem snúa mót sólu og að götumynd sé aðlaðandi og fólki líði vel með að ganga og hjóla með Austurvegi. Skipulagsnefnd samþykkt á fundi sínu þann 14. júní síðastliðinn tillögu að lýsingu og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykki tillöguna og feli í framhaldinu skipulagsfulltrúa að óska eftir umsögn skipulagsstofnunar og umsagnar aðilum. Auk þess að kynna tillöguna með áberandi hætti í samræmi við 3. og 4. málsgrein 40. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Og hér er síðan fylgigagn með en ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, deilista. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, svona rétt til að fylgja þessu nánarlega. Þarna er verið að taka hluta af Austurveginum og setja hana sem sagt í þetta svona forvinna að deiliskipulagi, að vinna þarna lýsingu þannig að aðeins geta komið með sín plön fyrir framhaldið, þannig að þarna erum við að tala um, þarna er mjög gamalt deiliskipulag sem hefur verið í vinnslu að uppfæra og tekið hluti af því sem tengist þá í rauninni líka vinnu við framtíðarsýn Austurvegar og Eyrarvegar, en í fyrstu er sem stunni þessi deiliskipulagslýsing og síðan í framhaldinu þegar það er notað þá er það notað til þess að vinna í rauninni deiliskipulagstillöguna sem er þá, ef allt gengur eftir, auglýst síðar á árinu. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem að samþykja þetta mál númer 10, Austurvegur 7-23 deiliskipulag, lýsingu hennar, þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 12. mál á dagskrá fundarins sem er miðtún 1-17 deiliskipulag. Lögðu fram deiliskipulagstillaga Eflu fyrir svæði miðtún 1-17, þar að segja 8 tölur hér á Selfossi handan ár.
á Langanesinu. Deiliskipulagstillagan tekur til afmörkunar lóða 1-17 með áherslu á að lóðum 15 og 17 verði skipt upp í 2 lóðir hvorri, auk skilgreiningar á byggingarheimildum. Deiliskipulagið í samræmi við aðalskipulag Árborgar 2020-36 en þar miðtún 1 skilgreint sem samfélagsþjónusta S7 og miðtún 3-17 sem íbúðabyggð. Skipulagssvæðið 1,9 hektarar að stærð. Skipulagsnefnd samþykkti á fundi sínu þann 14. júní síðastliðinn tillögun í samræmi við 41. grein skipulagslaga og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykki hér tillögun í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og feli í framhaldinu skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna í samræmi við skipulagslög. Eru einhverjir sem vilja tjá sig þetta skipulag á miðtúninu? Ef svo ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Takk fyrir. Þá það 13. mál á dagskrá fundarins, Búðarstígur 23, deiliskipulag. Deiliskipulagstillagan tekur til lóðarinnar Búðarstígs 23 á Eyrarbakka. Að ræða nýtt deiliskipulag fyrir lóðina sem 6.163 fermetrar að stærð samkvæmt skrá HMS. Á lóðinni 1559 fermetrar húsnæðis. Lóðin á skilgreindu miðsvæði M9 samkvæmt aðalskipulagi Árborgar 2020-36 og samkvæmt því gæti rúmast alltaf 3.700 fermetrar miðað við nýtingarhlutfalli 0,6. Skilgreindur nýr 517 fermetrar byggingareitur B1. Það sem áætlað að byggja 2 hæða hús með risi. Hámarks mænishæð alltaf 10 metrum, hámarks vegghæð alltaf 9,5 metrum. Viðbygging mun taka mið af eldri húsum á lóðinni hvað varðar form, efnis og litaval. Hlaðinn sjóvarnargarður innan lóðar og hann líklega frá 19. öld og hefur gegnt mikilvægu hlutverki á Eyrarbakka gegnum tíðina. Forða skal með öllum mætti að raska ofangreindum garði og skal vera náið samráð við Minjastofnun Íslands á framkvæmdatíma viðbyggingar. Skipulagsnefnd samþykkti tillögun á fundi sínu þann 14. júní síðastliðinn í samræmi við 41. grein skipulagslaga og mælist til þess við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillögun í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og feli skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögun í samræmi við skipulagslög. Ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, það er bara mjög ánægjulegt að það sé verið að í rauninni bætast byggja við í rauninni húsið og styrkja í rauninni þennan hluta af Eyrarbakka. Það búið að vera ýmsar framkvæmdir, það búið að taka í gegn þarna svona ákveðnar gamlar lóðir sem liggja þarna við og þetta hús meðal annars búið að fá mikla upplýftingu á síðan og þarna eru svona áformum framhaldið og meiri möguleikar í öðrum lóðum sem liggja þarna til hliðar. Þannig að þetta, svo er rætt í nefndinni, þetta er bara mjög ánægilegt að þetta halda áfram og leggjum til að þetta fari semst í auglýsingu og fái áframhaldandi meðför semst í stjórnsýslunni. Takk fyrir. Þakka fyrir, Bragi. Fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo ekki, þá vildi ég nú kannski nefna það í leiðin að forseti á það til að vakna upp miðja nætur og þylja upp þessi númer og ég komst að því þegar að kona mín fór að nefna það að þetta eru sennilega númerin á skipulagslögum sem ég að þylja upp miðja nætur. En þeir sem eru þessu deiliskipulagi við Búðarstíg 23 Eyrarbakka samþykkt vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá það 14. mál á dagskrá, faggerð í Grænuvelli, deiliskipulagsbreyting. Breyting deiliskipulags snýr að því að lóðin faggerð 5 skipt upp í 2 lóðir. Byggingarheimildar og deiliskipulagssvæðin eru yfirfarnar og breytta hluta til. Gerði breyting á greinargerð og uppdrætti gildandi deiliskipulags fyrir Grænuvelli og nágrenni og var staðfest með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðindi í apríl 2020. Breytt deiliskipulag í samræmi við aðalskipulag Árborgar 2020-36 en þar svæði skilgreint sem íbúðabyggð IB18 og miðsvæði M4. Skipulagssvæðið 3,2 hektarar að stærð. Byggt hefur verið á flestum lóðum á því svæði sem deiliskipulag Grænuvalla nær yfir. Íbúðin á 1 eða 2 hæðum og hús á miðsvæði á 1 til 3 hæðum. Íbúðir eru
Íbúðir eru að hluta til á efri hæðum bygginga á miðsvæði. Tillagan var auglýst frá 29. mars í Fréttablaðinu, Dagskránni og Lögbirtingablaði með athugasemdafresti til 10. maí 2023. Borist hafa athugasemdir frá 4 aðilum: Róberti Sigurjónsinni, Jóni Sigurðssyni, Jórunni Helenu Jónsdóttur og Jóni Gíslasyni. Skipulagsnefnd samþykkti deiliskipulagsbreytingu á fundi sínu þann 14. júní síðastliðinn í samræmi við 41. og 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til að bæjarstjórn Árborgar samþykki tillöguna og feli skipulagsfulltrúa að senda tillöguna Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein sömu laga. Nefndin samþykkir uppsetta tillögu að viðbrögðum við athugasemdum í meðfylgjandi skjali og felur skipulagsfulltrúa að svara þeim sem gerðu athugasemdir með viðbrögðum nefndarinnar. Og þessi skjöl eru hér fylgjandi en ég opna fyrir mælendaskrá þá sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, þannig sérstaklega eina breytingu í rauninni að ræða í deiliskipulaginu sem skipting lóðar fagurgerðis 5 í fagurgerði 5 og 7. Það var auglýst og þetta mál búin að vera og fara nokkru sinnum fór út í kynningu og síðan núna í auglýsingu. Það komu inn nokkrar athugasemdir og svona í grunninn svona aðeins til þess að renna yfir það helstu. Þetta nú í fylgigögnunum þá var verið að spyrja eða koma athugasemdir varðandi eða spurningar út í nýtingarhlutfall lóða og það ekki verið að hreyfa við nýtingarhlutfalli almennt á þessu svæði. Þetta bara á að falla í rauninni að því deiliskipulagi sem fyrir. Nýtingarhlutfalli 0,5 sem þar að leiðandi á lóðinni fagurgerð 7. Varðandi aðkomu að fagurgerðinni þá talið að heppilegast og nefndi taldi að hún væri af Grænuvöllum, sambærilegt við fagurgerði 9 sem beint á móti. Og síðan var komið svona athugasemdir varðandi ásýnd og samræmingu og heildaryfirbragð og við rauninni svona það þyrfti ekki að hafa áhyggjur af ásýnd og heildaryfirbragði því að tillagan gerði ráð fyrir bara ákveðna hæða húsa og yrði tekið tillit til heildaryfirbragð byggðarinnar sem þarna fyrir og menn að taka tillit til þess. Og síðan var þetta snjósöfnun og snjómokstur þar sem í rauninni nefndi tók alveg undir þær áhyggjur í rauninni að gatan gömul og þröng þannig að það þarf að huga að því hvernig sem best staðið að snjósöfnun og auðvitað hérna kannski lykilatriði í því að eigendur allra lóða nýti sér í rauninni sín bílastæði en leggja þau ekki inn í miðri götu eins og getur auðvitað gerst bara í mörgum götum hérna innan bara sveitafélagsins en nefndi deildi algjörlega þeim áhyggjum í rauninni varðandi þetta sem og önnur svæði, það kom nú ýmislegt til umræðu. Þannig að þetta voru svona helstu athugasemdir sem kæmi þá frekar fram í bókun og forseti færi yfir. Takk fyrir. Þakka fyrir, Bragi. Það eru fleiri sem vilja tjá sig. Já, það hérna bókun sem ég verið beðin að lesa upp hérna í tengslum við þetta mál. Já, Bragi Bjarnason D-lista að útskýra þá bókunina. Svona beiðni rauninni frá Skipulagsstofnun var rauninni beðið að skipulagsfulltrúi vildi að bæjarstjórn tæki í rauninni beint sín viðbrögð við þeim athugasemdum sem í minnisblaðinu og hann var búinn að gera tillögu að útdrættinum sem ég svona fór lauslega yfir hvað var verið að gera athugasemdir við og það væri rauninni þá sett inn sem bókun en það fór ekki inn sem í tillöguna en það væri sem sett upp sem bókun þannig að það væri sannarlega tekið fyrir í bæjarstjórn hvaða athugasemdir voru lagðar fram í grunninn og væri þá hægt að samþykkja á þeim grundvelli. Þakka fyrir, Bragi. Ég les þá þessa bókun samkvæmt þessari ósk sem hér var getið að framan. Nýtingarhlutfall lóða almennt og nýtingarhlutfall lóðarinnar fagurgerðis 7. Ekki verður hreyft við nýtingarhlutfalli almennt og verður nýtingarhlutfall 0,45 á lóðinni fagurgerðis 7. Hvort aðkoma að fagurgerðis 7 verður frá Grænuvöllum eða fagurgerði. Bæjarstjórn Árborgar telur heppilegra að aðkoma að lóðinni fagurgerðis 7 verður frá Grænuvöllum og væntir þess að gögn verði uppfærð þannig að sýnd verði aðkoma frá Grænuvöllum.
ásýnd og samræming við heildar yfirbragð byggðar. Bæjarstjórn Árborgar bendir á vegna þeirra sem hafa áhyggjur af ásýnd og heildar yfirbragði byggðar að tillagan gerir ráð fyrir ákveðinni hæð húsa, fjölda íbúða og að reynt sé að tryggja að heildar yfirbragð byggðarinnar haldi sér sem mest má vera. Hins vegar með þéttingu byggða megi búast við því að nýtt hús í þegar byggðu hverfi beri hugsanlega einhver frávik frá þeim húsum sem fyrir eru. Snjósöfnun og snjómokstur. Bæjarstjórn tekur undir að í hverfin eru götur fremur þröngar og því erfiðari þegar að kemur að snjómokstur og snjósöfnun. Þess vegna er mikilvægt að bílastæði og bílar almennt séu geymdir inni á bílastæðum lóða hvers og eins, þannig að snjóruðnistæki eigi greiðari aðgang við snjómokstur. Bæjarstjórn samþykkir uppsetta tillögu að viðbrögðum við athugasemdum í meðfylgjandi skjali og felur skipulagsfulltrúa að svara þeim sem gerðu athugasemdir með viðbrögðum skipulagsnefndar auk viðbragða bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Árborgar samþykkir deiliskipulagsbreytingu í samræmi við 41. og 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda tillöguna Skipulagsstofnun til afgreiðslu samkvæmt 42. grein sömu laga og auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar. Þetta var svona þau viðbrögð sem eru við þær athugasemdir sem fram hafa komið og Helga færir þetta þó inn í gögn fundarins. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir þessu 14. máli á dagskrá fundarins um Fagurgerði Grænuvelli deiliskipulagsbreytingu vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að skemmtiatriðunum í dagskráni. 15. liður viðauki við fjárhagsáætlun 2023. Það bæjarstjóri að fara yfir það eitthvað hér eða? Já, þetta er hér í fylgigögnum. Það er sem sagt skatttekjur, hér málaflokkur, það er lækkun 6 milljónir, það ekki? Já. Já, all right. Já, býtum við, ég ætla ekki svo all right. Fjóla Kristinsdóttir, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur. Já, hvað kallar þetta? Skemmtidagskráin. Ég ætla svo sem ekki að fara að lesa neitt sérstaklega yfir viðaukana þegar öll með gögnin og getið fyrir frekar skýr og ég vil bara þakka fjármálasviðinu fyrir þeirra vinnu. Fyrir mína parta er þetta allavega mjög skýrt. Ég vil samt bara vekja athygli á því að þessi viðaukar sem er þessi viðauki 1 sem er tekið fyrir núna eru þetta bara viðauki við samþykkta fjárhagsáætlun. Það er ekki tekið tillit til ytri þátta í þessum viðauka. Þetta er bara eingöngu viðaukar sem er að taka til þessara aðgerða og þeirra verkefna sem við erum búin að vera í til þessa. Bara þannig að það er ekki komnir inn í þetta viðaukar varðandi frábærar ytri aðstæður sem við búum við hér á Íslandi. Þetta er ekki hafa lengra, takk. Takk fyrir. Fjóla, eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Það greip ekki hvort það var sem lyfti hendi hérna. Forseti, já það er náttúrulega þessi viðauki er sem sagt svona snýst nú aðalega það sem að hefur verið unnið í síðustu mánuði varðandi hagræðingaraðgerðir á öllum sviðum, þannig að það er það sem kemur fyrst og fremst fram í þessum viðauka. Eitt sem ég var bara ein lítil spurning að það með óvenjulega liði 100 milljónir, er þetta snjómoksturinn? Þetta er snjómoksturinn. Ég var að giska á það en ég grunnaði það. Ok. En náttúrulega er bara viðaukin eru þetta fyrst og fremst þessar hagræðingar aðgerðir sem hefur verið farið í og það er hægt að kynna sér það í viðaukanum. Það eru þessar upphæðir sem koma þar fram. Þannig að það er ágætis lesning að skoða það. Takk.
Takk fyrir Arna. Eru fleiri? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykir þessu 15. málu dagskrá bæjarstjórnar viðauka við fjárhagsárinu 2023 vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við hér í 3 nefndir. Það er 16. liður skipulagsnefnd, 8. fundur haldinn 31. maí síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 17. lið eigna- og veitunefnd, 19. fundur haldinn 30. maí. Einhverjir sem vilja tjá sig hann? Ef svo er ekki, þá göngum við til síðasta liðar á fundinum sem er 18. liður bæjarráð, 41. fundur haldinn 8. júní síðastliðinn. Ef enginn vill tjá sig hann, þá höfum við tæmt hér dagskrá fundarins. Ég vil áður en ég slít fundi óska bæjarfulltrúum, fjölskyldum þeirra, starfsmönnum sveitarfélagsins og íbúum öllum gleðilegs sumars. Vonandi njóta allir vel í sumarblíðinu sem við ætlum að hafa í sumar. Við hittumst næst hér á þessu vettvangi 23. ágúst næstkomandi og ég segi bara gangi á Guðs vegum. Fundið slitið.